En fyrst það systurnar Áslaug Ýr og Snædís Rán sem eru með sjaldgæfan taugahrörnunarsjúkdóm sem veldur sjón- og heyrnarmissi og skerðir hreyfigetu og jafnvægisskyn. Kastljós ræddi við systurnar og foreldra þeirra fyrir 3 árum en þær hafa alltaf lesið mikið með hjálp ýmiss konar tækja. Snædís sækir í fræðigreinar en Áslaug meira fyrir ævintýrin. Nú hefur Áslaug skrifað bók stúlku sem lifir afar venjulegu lífi en flækist inn í ævintýraveröld. Margrét Erla og Sigurður Jakobsson hittu Áslaugu í gær. Bókina þína. Takk. Hvað bókin? Ævintýrasaga fyrir 9-14 ára krakka eins og mig allir lýsa. 13 ára stelpa sem finnur dagbókina undir rúminu og þá byrja alls konar pælingar. Hvernig komst hún undir rúm eftir 5 ár? Og svo uppgötar af lindan á dagbókarinnar og flækist inn í dularfullt mál. Uppgötar nýjan heim, nýtt konungsríki og hver hún er. Þannig að það byrjar sem svona saga í hversdagsleikanum og fer svo út í undra heima. Já. Lestu mikið af ævintýrabókum sjálf? Já, ég elska ævintýri. Hvað svona mest í uppáhaldi hjá þér? Mér finnst gaman að lesa til dæmis Twilight bækurnar, Harry Potter bækurnar, Eragon bækurnar og fleira. Það allt svona bækur sem eru í margar bækur. Verður framhald á þessari? Ég hugsa en ég ætla að bíða og sjá hvernig það gengur. Þetta bók sem þú skrifaðir í fyrrasumar. Já, sem var 2010. En hún að koma út núna? Já, eftir 1 ár. Af hverju hún að koma út svona seint eftir að skrifa hana? Svo mikil vinna, prófarkalestur, finna eitthvað fyrirtæki sem vill prenta. Og það svona engin útgáfu fyrirtæki vildi gefa út. Og við að finna prentsmiðju. Svo þurftum við sjálf að hanna kápu og umbrot og svona. Meira vesen að gera bók heldur þú helst? Já, það ekkert mál að skrifa. En það mikið mál svona aftur. Þegar maður kemur inn á heimili þá sér maður að það fullt af óvenjulegum tækjum. Til dæmis til að hjálpa ykkur systurum að lesa. Já. En hvernig skrifaðirðu bókina? Ég notaði tölvuna. Ég stakkaði letið á mótinu, mjög einfalt. Skrifaði, ef það kom eitthvað vesen og kallaði ég bara hjálp. Og ef einhvern spurði, sagði ég ekkert. Ég ekki tíman sem segir alltaf frá. Hvernig fékkstu hugmyndina að söguþræðinum í bókinni? Góð spurning. Ég hafði ekkert að gera, þannig að bara að skrifa. Og vissi ekki einu sinni hvað sagan var sjálf. Fólk sem hefur lesið bókina, ég heyrði af lítilli stelpu áðan sem var mjög hrædd. En hvað finnst þér? Já, ég var mjög hissa. Þetta hræðileg saga? Nei, kannski bara 2 bardagar og svona. Ekki mikið. Hefur systir þín lesið bókina? Nei. Af hverju ekki? Systir mín, hún svo mikið nörd. Les bara Njálu. Hún meiri fræðimaður en þú? Já. Mér bara farið Emma. Mamma búin að banna mér. Mér bara farið í Varsló. Veit ekki að ég kannst inn. Hvað langar það að verða þegar þú verður stór? Mér til að stofna fyrirtæki eða bókaútgáfu. Að þú ert að halda áfram að skrifa? Já, maður heldur áfram því sem maður að gera. Einhver rithöfundur sem þú lítur upp til? Margir mjög góðir. Til dæmis, já, rithöfundur Harry Potter, ég veit ekki hvernig ég ber fram nafnið, J.K. Rowling. Og Stephen Meyer sem skrifaði Twilight. Og svo Þorgrímur Þráinsson, mjög góður rithöfundur, var líka Bryndís Jóna Magnúsdóttir og Lísbet Davíðsdóttir. Og ég gæti talið alveg endalaust. Takk kærlega fyrir að spjalla við okkur í Kastljósinu. Já, mínu ánægjan.